Komið sæl. Nú í þessu myndbandi ætlum við að skoða aðferð sem heitir heildun með liðun í stofnbrot og ég ætla svona rétt aðeins áður við byrjum að rifja upp bara mjög einfalt samlagningadæmi með almennum brotum. Hér höfum við 2 brot sem við viljum að leggja saman og þá þurfum við að gera þau samnefnd. Við lengjum fyrra brotið með 5 og seinna brotið með 2 og þá getum við lagt þau saman því að nefnarinn svo sami. Þetta verður 7/10. Eða ef við hugsum sem svo að 7 yfir 2 sinnum 5. Þannig að nú förum við aftur á bak. Ég byrja með 7/10 sem er rauninni þá 7 deilt með 2 sinnum 5. Að þá veit ég að ég get, það var einhver tala hérna með nefnarinn 5 og svo var einhver önnur tala hérna með nefnarinn 2. Nú í bókinni þá er þetta stórt A og stórt B, skulum bara hafa það eins. Og það var akkurat svona sem dæmi byrjaði. Við vorum með hálfur, þannig að A var 1, pluss 1/5, B var líka 1. Og það varð á endanum 7 deilt með þessum nefnara sinnum þessi, sem sagt samnefnarinn. Og nú skulum við skoða heildun með liðun í stofnbrot því að það byggir rauninni bara á svona grundvallar reikningi með samnefnara og almennum brotum. Ég get sem sagt yfirfært þetta yfir á hvaða marglið sem er þá á þessu formi almennu broti og eins og hérna til dæmis, hérna var ég með 2 sinnum 5, hérna er ég bara með 1 svíi sinnum annar svíi og svo er ég með 7 hérna en einhverju marglið hérna, ok. Ef við hugsum þetta bara aftur á bak og eins og við gerðum með einfaldar tölur að þá er annar þáttur nefnarans í fyrra brotinu og hinn þátturinn í seinna brotinu og í sjálfu sér skiptir ekki máli í hvaða röð, við getum margfaldað í hvaða röð sem er en þetta er ástæðan fyrir því að við getum tekið svona brot og skrifað upp á þessu formi hér og svo þurfum bara að finna A og B og í litla dæminu áðan þá var A 1 og B var 1 en þetta er ástæðan. Nú við skulum bara taka dæmi, því að nú erum við að fara að nýta okkur þetta í heildun. Hér höfum við dæmi og fyrsta skrefið er að þátta nefnarann, eða allavega athuga hvort það sé hægt að þátta nefnarann. Fljótlegasta leiðin til þess að tékka á því er nú bara að henda þessu inn í teikniforrit og ef að fleigboginn fer í gegnum x-ásinn og þá er þessi margliða þáttanleg því að þegar við þáttum þá erum við líka að finna í leiðinni núllstöðvar. Og svo er hægt að nota ýmsar aðferðir til að þátta. Það er hægt að nota imbaregluna eins og ég kalla hana og ef þið ekki kunnið hana þá þurfið að rifja hana upp og ef þið hafið aldrei lært hana þá þurfið að senda mér skilaboð. Svo er líka hægt að nota ágiskun og ágiskun gengur út á það að finna 2 tölur sem margfaldar saman gefa þessa hér og lagðar saman gefa þessa hér og ég ætla að nota ágiskun. Byrja á því að giska á að ég sé annars vegar með -1 og hins vegar með 3 þá fæ ég -3 en þegar ég legg þar saman þá fæ ég 2. Það gengur ekki, ég vil fá -2 þannig að þetta er ekki rétt. Svo ég prófa að svissa formerkjunum og hef 1 og -3 og þá stemmir þetta.
Og þá veit ég að ég get þáttað þessa margliðu. Þannig að önnur talan sé 1 og hin talan -3. Og ég sting því inn hérna, staðan fyrir þetta hérna. Það eru þetta til forrit á netinu sem að geta gert þetta fyrir ykkur en hérna, þegar ég gefur neinum vandræðum eða að gera sjálf og ef þið eru ekki viss hvort ef þátt er rétt þá einfallega margfaldi upp úr sviganum x í öðru, -3x plus x, það passar og svo -3. Þannig að þið lendið aftur á upprunalega staðnum. Heyrðu, ok, þá erum við búin að þátta nefnarann og það var fyrsta skrefið. Næsta skref er að liða í stoppbrot og það þýðir í rauninni bara að skrifa heildið upp á þessu formi hér og finna A og B. Svo við gerum það og þá ætla ég að endurtaka sem ég sagði áðan. Það skiptir ekki máli í hvað röð nefnarnir eru settir inn, eða þættirnir, x plus 1. Hér hefðum við getað sett x minus 3 og hér x plus 1. Við erum bara að finna tvær tölur A og B og það skiptir raunin ekki máli hvor. Nú erum við komið í jöfnu og þegar við erum að leysa jöfnu með svona almennu brotum þá er langbest að byrja á því að losna við brotin. Svo ef ég myndi nú margfalda gegnum alla liði bæði hægra og vinstra megin með x plus 1, byrjum á því, þá lítur þetta svona út og ég ætla að setja sviga þennan nefnara hér. Ekkert nema margfaldi núna og þá má ég stytta x plus 1 dettur út hér og hér. Ok. Sumi getur gert þetta í einu skrefi, ég ætla að gera þetta í 2 skrefum. Svona. Nú vil ég losna við x minus 3. Og þá margfalda ég alla liði, bæði hægra og vinstra með jafnaðarmerkisins með x minus 3. Og svo stytti ég Robert. Já, smá villa. Ég glemdi að skrifa þetta. Hér. Laga það. Svona lítur þetta út núna. Það var náttúrulega þannig að það stóð eftir hérna b sinnum x plus 1 og svo deilt með x minus 3 og ég skrifaði bara b. Glemdi þessu. En nú er ég búin að margfalda með x minus 3 og stytta það sem má stytta, þannig að þetta er orðið aðeins einfaldara. Þetta lítur svona út núna. Og þá ætla ég að koma með eina flýtiaðferð fyrir ykkur. Það sem þið getið gert er að, hér er ég búin að setja upprunalega dæmið hérna. Þið getið í rauninni bara skrifað teljaran og hann er jafnt og a sinnum þessi plus b sinnum þessi. Taka þetta svona í kross. Og þá þurfið þið ekki að fara í gegnum alla þessa útreikninga hér. Ok? Þá vorum við með það klárt og þetta myndband verður lengra en 10 mínútur, það verður bara að hafa það. Næsta skref er að finna A og B og auðvitað eins og ég sagði áðan að liða í stoppbrot. Það þarf enga útreikninga, þið getið sagt strax teljarinn er A sinnum þessi plus b sinnum þessi. Og í rauninni skiptir ekki máli hvort er hvort, við hefum getið sagt a sinnum x plus 1 og b sinnum x minus 3, það mun koma sama svar. En ok, finna a og b og fyrsta skrifið er þá að margfalda upp úr svigunum hægra megin, þetta er ennþá hérna jafna sem við erum að vinna með. Nú er ég búin að margfalda upp úr svigunum og ég sé sko að x er margfalda með tölunni 5, vinstra megin.
Hægri megin x í annars vegar margfaldað með a og hins vegar með b. Skrifum þetta upp í aðeins annarri röð til að líti betur út. Nú erum við bara búin að færa liðina sem inniheldur x, þannig að hérna þessa tvo, þannig að það eru hlið við hlið og svo setjum ég hitt hérna fyrir aftan og þá get ég tekið út fyrir sviga. Og þá sé ég að x er hérna margfaldað með 5 en hérna megin það margfaldað með sviganum a plus b. Þannig að 5 hlýtur að vera jafnt og a plus b. Og restin, mínus 3, hlýtur þá að vera jafnt og restin hinum megin. Nú get ég sett upp jöfnuhneppi. Og jöfnuhneppi eigið þið að kunna að leysa. Ef ekki, þá hafið þið samband, það eru nokkra leiðir. Ég er semst annars vegar með að 5 er sama sem a plus b og mínus 3 er sama sem mínus 3a plus b. Leysum það í hvelli og ég vil að nota samlagningaraðferð eða frádráttaraðferð af því að ef að ég dreg neðri jöfnuna frá efri jöfnunni að þá dettur b út og ég get strax fundið a. En það er líka hægt að nota innsetningu og hérna, jafnvel gisk. Þetta er niðurstaðan mín. Passa formerkin, mínus og mínus verður plús, 5 plus 3, a plus 3a og b minus b. Þannig hér hef ég að 8 er saman sem 4a og ég deili í gegnum 4 og fæ að a er 2. Og ef að a er 2, þá er augljóst að b er 3. Nú er ég búin að finna a og b. Og núna get ég loksins farið að heilda. Því að markmiðið okkar var í rauninni að skrifa þetta brot upp þannig við þáttum nefnarann, við liðum í stofnbrot. Við erum núna með þetta á þessu formi hér og við erum búin að finna a og b. Þetta er það sem við erum með. Og í öðru myndbandi að þá var ég búin að tala regluna hvernig við heildum 1 á móti x eða 1 á móti u. Og nú þurfum við að beita henni, innsetningu, velja u, annars vegar er u hérna, x minus 2. Hér þarf að, hér þessum tvisti í rauninni ofaukið og hins vegar er það x plus 1. Og þá erum við með þristin hérna, aukalega. En ég ætla ekki að fara í gegnum það nákvæmlega, ég ætla bara að skrifa upp heildin. Eða það sem er ennþá einfaldara, bara einfaldlega að taka þessar tölur út fyrir svigan, fyrir heildið. Nú er þetta auðvitað bara reglan, bara alveg nákvæmlega eins og hún er. Því að við veljum u x minus 3 þá er d af u bara 1 og þetta er 1, það er fínt. Og sama gildir hérna, ef við veljum u x plus 1 þá er d af u 1 með tilliti til x og 1 með tilliti til x og þetta passar allt mjög fínt. Kannski eitt sem ég gleymdi að segja, ég var hérna með þetta heildi hér, 2 liði og auðvitað má ég skipta því upp í 2 heildi, annars vegar heilda í þennan lið og hins vegar þennan og það gerði ég hér án þess að nefna. Ég skipti þessu upp í 2 liði. Nú, heildum þetta. Þetta yrði þá 2 sinnum lógurinn af u og u var x minus 3 og svo pluss 3 sinnum lógurinn af u sem er x plus 1.
Með lóra á ég við náttúrulegan lóran og síðan bæti ég fastanum við. Svo þetta heildun með liðun í stofnbrot, einfalt dæmi. Og í næsta myndbandi ætla ég að fara í gegnum dæmi þar sem að þarf að nota margliðadeilingu. Og það já. En ok, krakkar, skref fyrir skref. Þetta tekur pláss, þetta miklu útreikningar, en ef þið eru skipuleg og farið í gegnum þetta, að þá ættu þið að ná aðferðinni.